Komið sæl. Nú veit ég að margir bíða spenntir eftir að fá að sjá þriðju aðferðina við að leysa jöfnunheppi. Við skulum vinda okkur í hana, en sú aðferð kallast samlagningaraðferð. Við erum búin að fara í gegnum það að við getum teiknað upp tvær jöfnur og fundið hvar að skerast. Það er ein leið. Í síðasta myndbandi fórum við það sem kallast innsetningaraðferð, en núna kíkjum við á samlagningaraðferð. Nú, þessi aðferð er þannig að við leggjum saman tvær jöfnur og það er nefnilega stundum þannig að þessi aðferð er mun fljótlegri heldur en hinar tvær sem ég hef sýnt ykkur. En það þýðir ekki endilega að þessi sé best, af því að stundum eru hinar aðferðirnar fljótlegri en þessi. Það fer dálítið eftir í hvernig jöfnunheppið lítur út. Og ef ég segi ykkur leyndarmálið að því að ákveða hvaða aðferð er best, þá getum við skoðað að þessi aðferð hún á vel við ef við erum með jafnmörg x eða y eins og í þessu tilviki og ef þessi x eða y sem er jafnmörg hafa sikkurt formerkið. Hérna erum við semst með plus 1y, hér erum við með mínus 1y. Og þá gerist nefnilega galdur ef við leggjum saman þessar tvær jöfnur, þá hverfa y-in. Vegna þess að plus 1y og mínus 1y eru jafnt og 0. Þannig hér er ég búin að leggja saman x og 2x og fá 3x. Búin að leggja saman 10 og 8 og fá 18. Eins og ég sagði áðan þá verða y-in jafnt og 0, þannig þau detta út. En við þetta myndast ný jafna hérna fyrir neðan sem er mjög létt, einfalt að leysa. Og með að deila með 3 báðum megin kemur í ljós að x er jafnt og 6. Og þegar við erum búin að finna hvað x er mikið, þá þurfum við að finna hvað y er mikið. Og annarkvort getum við sett 6 inn í staðinn fyrir x í þessari jöfnu og fundið hvað y er mikið. En hér myndi ég frekar setja x inn í efri jöfnuna. Ég fyrir ekki hérna í staðinn fyrir x. Hérna. Því þessi jafna er þægilegri, fljótlegri að leysa það, en til svo sem er á því hvora jöfnuna ég setja þetta inn. En ég ætla semst að setja þetta í efri jöfnuna, því ég veit að x er núna 6. Þá lítur efri jafnan svona út og með einföldum útreikningum er hægt að sjá að y er það jafnt og 4. Þannig að nú erum við búin að finna bæði x og y. Og til að tengja þetta við fyrstu aðferðina sem ég sýndi ykkur, að ef ég myndi fara að teikna upp þessar tvær jöfnur, annars verður teikna upp jöfnuna hérna x plus y jafnt og 10 og teikna þetta hér upp, og þá væntanlega myndi þær skerast einhvers þar í þessum punkti hérna. Þið getið prófað ef þið viljið hvort það sé ekki örugglega rétt hjá mér og ef þið vandið ykkur þá fáið þið nákvæma lausn á þessu með teikningum. En þetta er semst samlagningaraðferðin og áður en ég slökkva á myndbandinu og segið vá hvað þetta er létt, þá ætla ég að taka annað dæmi með ykkur sem er kannski aðeins erfiðara. Vegna þess að við erum ekki alltaf svona heppin að fá jöfnur upp í hendurnar þar sem að x-in eða y-in eru í fyrsta lagi jafnmörg og með sikkur formerki. Þannig að ef við lítum á annað dæmi sem er það hér, þá líki ég þessu stundum við það að vinna með almenn brot. Ef ég ætla til dæmis að leggja saman brotin hálfur og 1/5, þá verð ég að byrja að finna samnefnara, lengja brotin þannig að nefnarinn verði eins í báðum tilvikum. Og saman þyrfti ég að gera hér, ef ég ákveð að losna við y-in, þá þyrfti ég að margfalda jöfnunar til að y-in verði jafnmörg. Þannig að ef ég líti á almennu brotin, þá þyrfti ég að lengja þetta með 5, fyrra brotið, og lengja með 2 seinna brotið. En ef ég horfi á jöfnunar, þá þyrfti ég að sama skapi að margfalda allt með 5 í efri jöfnunni og margfalda allt með 2 í neðri jöfnunni. Þannig myndi ég fá 10y í þeirri efri og 10y í þeirri neðri líka. En, eins og ég sagði áðan, þá verða bókstafirnir sem ég vil að láta detta út, þau verða að hafa sikkurt formerki. Þannig að í raun þyrfti ég að margfalda neðri jöfnuna með -2 til að fá út -10y í þeirri neðri. Og þá, ef ég myndi leggja þetta saman, þá er þetta að 0. En eins og ég sagði, ég þyrfti náttúrulega að margfalda þetta hér með 5 líka og þetta hér, og í neðri jöfnunni þyrfti ég að margfalda x-ið og
22 með mínus 2 líka. En það er annað sem er hægt að gera. Í þessu tilviki gæti ég valið að láta x-in hverfa. Þá þarf ég bara að margfalda neðri jöfnuna, ekki með 3, og vissulega eru þið orðin jafnmörg, heldur mínus 3, til þess að fá sikkvort formerki líka. Af hverju? Vegna þess að ef ég prófa að gera eins og áðan, ef ég byrja bara að leggja saman hérna 3x plus x, þá fæ ég 4x, leggja saman 2y og 5y, sem eru 7y, og svo 14 og 22, 36, þá sjáum við að þessi jafna er ekki eins þægileg og í glærinu á undan, þar sem ég fekk bara 3x jafnt og 18. Þannig hér get ég ekkert leyst neitt meira, þannig ég græti ekkert á þess að leggja þetta saman strax. Þess vegna verðum við að margfalda aðra jöfnuna eða báðar til að fá jafn mikið af annarkvort x-um eða y-um til þess að þetta detti út. Og passa líka formerkin. Þannig hér ætla ég að margfalda allt í neðri jöfnunni með mínus 3. Þá lítur þetta svona út. Og núna gerist alveg eins og áðan í fyrra dæminu. Þá verða hérna 3x og mínus 3x að 0, þannig þetta er raun hverfur. Og svo legg ég saman y-in og fæ át mínus 13y. Legg saman tölustafinn hérna hægra megin, fæ át mínus 52. Og svo er auðvelt að klára dæmið, deila með mínus 13 hérna báða megin, einangra y. Og þá kemur í ljós að y er jafnt og 4. Þannig að þetta er núna eftir að ég margfaldaði neðri jöfnuna, þá er þetta jafn einfalt og fyrra dæmi sem ég tók áðan. En við höfum eftir að finna hvað x er mikið og það gerum við með því að setja þá 4 í staðinn fyrir y í einhverja af jöfnunni. Og þegar ég segi einhverja af jöfnunni, það er vegna þess að ég get sett inn 4 í staðinn fyrir y hér í þessari jöfnu, eða ég get sett inn 4 í staðinn fyrir y í þessari jöfnu, eða ég get litið á jöfnundar eins og það voru í upphafi og sett 4 í staðinn fyrir y í upprunalegu jöfnunni áður en ég margfaldaði með 3. Þetta er eiginlega þægilegasta jafnan af þeim öllum, en vissulega get ég valið hvaða jöfnun sem er, en ef ég myndi setja inn 4 hérna í staðinn fyrir y, þá litur þetta væntanlega svona út. X plus 5 sinnum 4, það er búin að koma að staði að y er jafnt og 4, er jafnt og 22, og það er auðvelt að sjá að til þess að þetta gangi upp, þá verður x-ið að vera 2, ekki satt. Og þá er ég búin að leysa jöfnu hneppið. X-ið er jafnt og 2, og samkvæmt því sem ég var búin að finna áðan, að y er jafnt og 4. Og hér eru þá komin með lausnina. Þannig að samlagningaraðferðin er mjög hentug ef við erum með jafnmörg x eða y, eða hvaða bókstaf sem er, og sikkvort formerkið er á þeim. Og þá getur þetta verið fljótlegasta aðferðin og tiltölulega þægileg. En nú ætla ég að leyfa ykkur að breyta ykkur á þessari aðferð og segi bara gangi ykkur vel eins og alltaf. Takk fyrir mig.